Ágæta sveitarstjórnarfólk, bjóðum velkomin á 11. fund sveitarstjórnar Þingeyjarsveitar sem er haldinn hér í Skjólbrekku. Ég ætla að biðja því að kalla eftir því hvort einhverjir athugasemdir við boðunarfundar. Svo er ekki. Í forföll í dag að Gerður Sigurðardóttir oddviti sveitarstjórnar er forfallaður og því stend ég hér í hennar stað og Halldór Þorlákur Sigurðsson boðaði einnig forföll. Og í þeirra staði eru Haraldur Bóasson og Einar Kristjánsson og ég fæ það hlutverk að stýra fundi. Og þau sjá allir að nálum. Ég ætla að fá að... Það er rétt. Árni Pétur boðaði líka einnig forföll og Úlla Árdal er hér í hans stað. Þá eru mál sem að óskað eftir að taka fyrir með afbrigðum. Það eru mál varðandi aðalfund Samtaka orkusveitarfélaga árið 2022 og boð á aukafund Nýsköpunar EHF 2022. Og ég orða þetta þá þannig að gerir einhverju athugasemdir að aðalfundur Samtaka orkusveitarfélaga verði tekinn á dagskrá með afbrigðum. Þeir sammála því hann verði tekinn á dagskrá, rétt fund. Og svo er það boð á aukafund Nýsköpunar EHF 2022 gerir einhver þeir sem eru sammála því að það sé tekið á dagskrá vinsamlegast réttu hönd. Takk fyrir. Fyrsta mál á dagskrá er fjárhagsáætlun Þingeyjarsveitar 2023 til 2026 og sveitarstjóri ætlar að fara yfir vinnu við fjárhagsáætlun. Já, komið sæl. Nú svona kannski liður sem er fyrst og fremst til upplýsingar fyrir íbúa þar sem við höfum nú verið saman í þessari vinnu í sveitarstjórninni. En sveitarstjórn hefur sem sagt setið núna 3 vinnufundi fjárhagsáætlunargerð, þar af þann síðasta þar sem við tókum á móti forstöðumönnum og fórum yfir væntingar þeirra starfsemi og fjárfestingar og viðhald á næsta ári. Og aðrir fundir hafa verið unnir þar sem við höfum verið með fjármálaráðgjafa og fara yfir stöðu sveitarfélagsins og fjárfestingar getu og fjárfestingar þörf og ýmsa þannig þætti. Og erum núna komin á nokkuð góðan skrið með fjárhagsáætlunargerðina sem fór hægt af stað og brösulega. Það er kannski helgast af því að við erum komin núna með þessa yfirsýn yfir fjármálin sem okkur hefur svolítið skort framan af kjörtímabilinu. Við reiknum með að áætlunin að leggja fram fjárhagsáætlun til fyrstu umræðu á næsta fundi sveitarstjórnar og að hún verði síðan afgreidd á þá fyrri fundi sveitarstjórnar í desember, seinni umræðu. Óskar einhver eftir að taka til máls þennan lið? Svo er ekki. Næsta mál er erindi þátttöku í umframkostnaði við þjónustu við fólk með fötlun árið 2021. Í bréfi dagsettu 31. október 2022 fer Bergþór Bjarnason, fjármálastjóri Norðurþings, fram þess á leit við Þingeyjarsveit að hún greiði hlut í hallarekstri í málaflokki fólks með fötlun árið 2021. Samkvæmt útreikningum sem fylgja með erindinu er hallareksturinn samtals 144 milljónir króna og er hlutur Þingeyjarsveitar og Skútustaðahrepps 38 milljónir króna. Og þetta vill einhver taka til máls þennan lið. Þetta er sem sagt þjónustu samningur sem að sveitarfélögin hafa með sér sem rekstur þessa málaflokks. Og það sem að kostnaðarliðum er skipt og sveitarfélagi gert að standa skil á því. Fyrirgefðu, hver er búinn að rétta hönd? Já, hún hóinn. Það ætlaði bara að við höfum setið nokkra fundi sveitarstjórar á þessu
og fjármálastjóri Norðurþings og fulltrúar félagsþjónustunnar þennan hallarekstur. Þetta náttúrulega mál sem að flestum kunnugt. Hallarekstur í fatlaðra svo sem ekki umræða hann hefur verið dálítið hávær að undanförnu. Þarna vísað í ákvæði það að við sveitarfélögin sem erum að þiggja þjónustu af Norðurþingi eigum að greiða hlut í hallarekstri eins og við minnir þessi orðað áætluðum hallarekstri áætluðum hallarekstri. Það er að segja það sem kannski ekki í samræmi við samningin núna það að það er verið að innheimta þetta dálítið langt aftur í tímann og ekki samkvæmt einhverju áætlun heldur meira til þess að svona eftir á í einni stórri fjárhæð. Það eru náttúrulega einhverjar þreifingar við ráðuneytið og ríkisstjórnina það hvort það komi meiri framlög inn í þennan málaflokk fyrir árið 2022. Þannig að við vitum svo sem ekki hvar hallinn á málaflokknum endar árið 2022 en það má gera ráð fyrir að það komi sambærilegur þá reikningur frá Norðurþingi varðandi árið 2022 þegar framleiða stundir. Og fjárhæðin náttúrulega þetta eru 38 milljónir sem að við erum beðin Ég hef óskað eftir upplýsingum ákveðna hluti og bent á að ákveðnir hlutir þessi vafi það hvort ákveðnir hlutir ákveðnir kostnaðarliðir eigi heima inn í þessari tölu og til að þurfa að skoða það betur. Og já. Vilja einhverjir fleiri taka til máls? Arnór? Já, bara aðeins, mér finnst mikilvægt að við fáum frekari upplýsingar þetta mál. Á sínum tíma þegar að samningurinn var gerður þessa þjónustu við Norðurþing þá fengum við Þingeyingar undanþágu frá þáverandi stærðar lágmarki sem átti að vera á þjónustusvæðum fatlaðra. Það átti að vera 8.000 en við vorum þá eitthvað rétt 5.000 og fengum undanþágu. Og fjármögnunin fer þannig fram að sá hluti útsvarstekna sem merktur málefnum fólks með fötlun frá okkur rennur til Norðurþings. Þannig að nú ætlar ríkisvaldið að auka það eitthvað, skildist mér á ráðherra á fjármálaráðstefnu í haust, þannig á næsta ári, þannig að vonandi komumst við fyrir þetta en þetta eru dálítið miklir peningar og eins og sveitarstjóri sagði ákaflega mikilvægt að við bara öndum djúpt og fáum frekari upplýsingar og greinum betur gögnin því þarna mikilvægt, þetta svo stór málaflokkur og það mjög mikilvægt að við séum með alla hluti upp á borðinu. En ég held bara svona aðeins útskýra hvernig þetta fjármagnað. Þetta partur af útsvarstekjunum sem markaður þessum málaflokki allt land og það hann sem verið að rífast núna allt land. Takk. Einhverjir fleiri? Þá komin hér tillaga að bókun. Samkvæmt grein 9.1.5 í þjónustusamningi Þingeyjarsveitar við Norðurþing sameiginlegt þjónustusvæði almenna og sértæka félagsþjónustu gert ráð fyrir að Norðurþing skili skýrslu þar sem meðal annars gerð grein fyrir tölulegum upplýsingum sem lýsa eðli, umfangi og kostnaði þjónustunnar. Sveitarstjórn kallar eftir skýrslu samkvæmt greininni og frestar afgreiðslu erindisins. Þeir sem eru sammála þessari bókun sem skefur merki. Þá næst hér erindi varðar Skútahraun 2A og 2B. Lagt fram erindi eiganda Skútahrauns 2A sem lýsa vilja til að kaupa Skútahraun 2B sem sambyggt eign þeirra ásamt meðliggjandi bílskúr í núverandi ásamkomulagi. Í erindi kemur fram að mikið viðhald sé framundan. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Þá Já, ég ætla bara að segja útskýra hvers vegna málið komið á dagskrá. Á 7. fundi þá náttúrulega sögðum við, samþykktum við
svona almenna stefnu það að fasteignir sveitarfélagsins yrðu almennt teknar til sölumeðferðar eða svona með auglýsingu og jafnræði. Og spurningin þá nema að við vorum með þarna undanþágureglur og eða settum okkur að setja okkur undanþágureglur sem á reyndar eftir að útfæra, og spurningin svolítið hvort að þarna eigi það við að þarna séu sérstakar aðstæður sem að leyfa að víkja frá þessari almennu reglu. En það útskýring á því af hverju þetta er á dagskrá. Hverju fleiri? Svo. Það var svona kannski skilningur okkar að ástæðan til að fresta afgreiðslu erindisins væri til þess að afla frekari gagna stöðuna á íbúðinni og not hennar. Og við fylgjum því bara eftir, og sveitarstjóri verði þá falið að afla frekari gagna. Það var akkurat málið. Þarna þarf að skoða betur hvað á við og hvað hentar bæði jafnræðissjónarmiðum og almannahags og hagsmunum sveitarfélags. Þá leggjum við til að afgreiðslu málsins sé frestað og sveitarstjóra sé falið aflaði frekara gagna. Þeir sem geta samþykkt þessa afgreiðslu vinsamlegast réttu bönd. Og núna lokum við fundi.
Þá næsta mál tilnefning fulltrúa í fagráð náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn. Þingeyjarsveit og Norðurþing eiga sameiginlegan fulltrúa og varafulltrúa í fagráði náttúrurannsóknastöðvarinnar við Mývatn. Samkvæmt samkomulagi við Norðurþing er lagt til að Bergþóra Kristjánsdóttir verði tilnefnd sem aðalfulltrúi í sveitarfélaganna í fagráð og að Norðurþing leggi til varafulltrúa. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu, vísanlega skeiði merki. Samþykkt samhljóða. Næsta mál er samstarfssamningur skipan í heilbrigðisnefnd landsvæðis eystra og rekstur heilbrigðiseftirlits. Lögð fram drög að nýendurnýjuðum starfssamningi skipan heilbrigðisnefndar Norðurlandsvæðis eystra og rekstur heilbrigðiseftirlits. Helstu breytingar eftirfarandi. Fyrsta grein hefur verið uppfærð með hliðsjón af breyttri sveitarfélagaskipan og starfsvæði heilbrigðisnefndar Norðurlandsvæðis eystra. Og í annarri grein kveðið á að heilbrigðisnefnd verði áfram skipuð á stjórn SSNE að afloknum sveitarstjórnarkosningum í stað þess að það verði gert á þingi Eyþings til að flýta fyrir skipan nýrrar heilbrigðisnefndar eftir sveitarstjórnarkosningar. Í 3. grein lagt til að heilbrigðisnefnd ráði aðeins framkvæmdastjóra HNE í stað þess að ráða bæði framkvæmdastjóra og heilbrigðisfulltrúa, en eðlilegt að framkvæmdastjóri HNE sjá starfsmannahald. Að lokum lagt til í 4. grein að fjárhagsáætlun skuli send sveitarstjórnum til umfjöllunar eigi síðar en 1. september í stað 1. ágúst og hún teljist samþykkt hafi ekki borist athugasemdir fyrir 1. desember í stað 1. nóvember. Þeir sem vilja taka til máls í þessum lið, sem ekki merki. Þá komin tillaga bókun sem hljóðar svo að sveitarstjórn samþykkir samstarfssamninginn og felur sveitarstjóra að skrifa undir hann fyrir sína hönd. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu sem skeiði merki. Samhljóða. Næsta mál boð á aukaþing SSNE. Í tölvupósti dagsettum 3. nóvember boðar Albertína Friðbjörg Elíasdóttir framkvæmdastjóri SSNE til seinna aukaþings SSNE þann 2. desember næstkomandi. Þetta lagt fram til kynningar og það vantar ekki að það þarf ekki að greiða það neitt atkvæði. Vill einhver taka til máls þetta mál? Það rétt, ég get takkað því. Næsta mál ritun annáls í árbók Þingeyinga. Lögð fram tillaga oddvita að samið verði við Sverri Haraldsson ritun annáls í árbók Þingeyinga. Sverrir hefur verið annálsritari fyrir Þingeyjarsveit í mörg ár en Birkir Fandal sem ritað hefur annálinn fyrir Skútustaðahrepp hefur óskað eftir að fá lausn frá starfi. Lagt til að samningur við Sverri gildi út kjörtímabilið eða til haustsins 2026. Kostnaður við annálsritunina 350.000 krónur og uppreiknast með neysluvísitölu í fyrsta skipti 1. júlí 2024. Vill einhver taka til máls þennan lið? Eigum við að fá að lesa yfir það sem hann skrifar áður en við birtum það? Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu oddvita, því sem það skeiði merki, samþykkt samhljóða. Næsta mál samstarf Þingeyjarsveitar og Landsvirkjunar. Í samningi Þingeyjarsveitar við Landsvirkjun jörðina Þeistareykji skipan skipan samráðsnefndar sem í sitja 2 fulltrúar frá hvorum samningsaðila. Takk til máls þetta mál. Komið hefur fram tillaga að sveitarstjórn samþykkja skipa Gerði Sigtryggsdóttir oddvita sveitarstjórnar og Arnór Beinilsson sem fulltrúa Þingeyjarsveitar í nefndina. Og hún hljóðar svo. Sveitarstjórn samþykkir að skipa Gerði Sigtryggsdóttir oddvita sveitarstjórnar og Arnór Beinilsson sem fulltrúa Þingeyjarsveitar í nefndinni. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu. Sætíminu afsætti það auka R í Sigtryggsdóttir. Já, hvað átt að gera það?
Að þessu erri lagfærðu þeir sem geta samþykkt tillöguna vinsamlegast gefa merki. Hún samþykkt samhljóða. Næsta mál fundarboð á stefnumótunarfund Sparisjóðs Suður Þingeyinga. Lagt fram fundarboð á stefnumótunarfundar Sparisjóðsins þar sem stofnfjárhafar og stjórnendur Sparisjóðsins munu horfa saman til framtíðar. Fundurinn verður haldinn þann 12. nóvember næstkomandi á Fosshótel Húsavík frá klukkan 10 til 17. Vill einhver taka til máls undir þessum lið? Svo ekki. Komið hefur fram tillaga að sem hljóðar svo: Sveitarstjórn samþykkir að Gerður Sigtryggsdóttir verði fulltrúi Þingeyjarsveitar á fundinum og fari með umboð sveitarstjórnar. Í nefndinni. Nei, þú ert langtæð. Viljum ekki rétt að við bíðum eftir ritaranum? Arnór, Gjörsvöld? Nei, já. Skulum við leyfa ritaran á í skottið okkur. Jóna? Spurning sveitarfélag. Ekki rétt að fara með umboð sveitarfélag, spurning sveitarfélag? Eða það misskilningur? Væntanlega á sveitarfélagi. Hljóðar bókun fundarins svona: Sveitarstjórn samþykkir að Gerður Sigtryggsdóttir verði fulltrúi. Þarna hvar til að? Komin í inngang. Já. Lest hann og það fyrir mig kannski bara. Lagt fram fundarboð stefnumótunarfundar Sparisjóðsins. Það ljós, já, það var það. Bygg. Lagt fram fundarboð stefnumótunarfundar Sparisjóðs Suður Þingeyinga þar sem stofnfjárhafar og stjórnendur Sparisjóðsins munu horfa saman til framtíðar. Fundurinn verður haldinn þann 12. nóvember næstkomandi klukkan 10 til 17. Lagt til að Gerður Sigtryggsdóttir verði fulltrúi Þingeyjarsveitar á fundinum og fari með umboð sveitarfélagsins. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlegast gefa merki. Er það tillaga? Já. Er það grundvallarmunur? Ef þú ert sáttur þá höldum við áfram. Já. Já. Viltu ekki bara... Já, við erum málið á, það er rétt. Takk. Nú liggur, næsta mál óskum vilyrði fyrir áframhaldandi stuðning. Í tölvupósti frá 4. nóvember óskar Hrafnhildur Ýr Hafsteinsdóttir fyrir hönd Mývatnsstofu eftir staðfestingu sveitarstjórnar á því að hún muni standa við skuldbindingar Skútustaðahrepps og Þingeyjarsveitar samkvæmt eldri samningum sveitarfélagana og Mývatnsstofu. Vill einhver taka til máls? Takk, oddviti. Ég ætla að vekja athygli á mögulegu vanhæfi þar sem ég stjórnarformaður Mývatnsstofu og ætla að leggja það fyrir sveitarstjórn hvað þið viljið gera. Á ég að bera þau? Já, bara bólaði burtu. Nú skulum við kjósa vanhæfi Ragnhildar í þessu máli. Þeir sem eru sammála vanhæfi Ragnhildar, eins og gefa merki. Gerð með dæmd til útlegar. Úlla. Takk.
Ég ætla líka að benda á mögulegt vanhæfi þar sem ég er starfsmaður Mývatnsstofu. Þakka þér fyrir það. Þeir sem taka undir vanhæfi Úlfs sem starfsmanns vinsamlega streittri upp hönd. Það er ekki samþykkt, þannig að þú setur upp með það. Vill einhver annar taka til máls? Jóna. Já, oddviti. Ég er ekki starfsmaður Mývatnsstofu, það er ekki lýsið vanhæfi mínu, en mér langar til þess að gera það tillögu okkar að sveitarstjórn kynni sér starfsemi Mývatnsstofu og þá möguleika sem eru á samstarfi við þetta mikilvæga batteri sem er einmitt að hluta í eigu sveitarfélagsins og ég vil þá bara gera það tillögu minni að við óskum eftir kynningu frá Mývatnsstofu með forsvarsmönnum stofnunarinnar og þannig að fund geti til dæmis fulltrúar beggja lista sem eiga sæti í sveitarstjórn setið. Takk fyrir. Þá myndi þetta hljóða svo til að bókunum málinu væri þá þannig kynningu frá Mývatnsstofu og afgreiðslu málsins frestað. Þeir sem geta samþykkt þessa afgreiðslu, eins og gefur merki. Næsta mál. Jú, Næsta mál er fundargerð þriðja fundar hræðslu- og velferðarnefndar lögð fram til staðfestingar og fundargerðin er í 9 liðum. Nú er spurning hvort að við förum yfir alla liðina eða hvernig er best að Það er nú bara að leggja til að það yrði ekki farið yfir alla liði heldur eingöngu þá liði sem að krefjast einhvers fráviks frá ákvörðun nefndarinnar. Þá er spurningum að fá þessa liði fram sem að það er liður þarna sem heitir 12.4. Ekki þessa. Við tökum þá hérna aðeins lið 12.4 þar sem skólastjóri Þingeyjarsveitar óskar eftir að bæta auka starfsskyldu í leikskólann og komið þið fram tillaga að vísa þessu til fjárhagsáætlunar gerðar. Vill einhver taka til máls það eða getum við samþykkt á tillögu. Þeir sem geta samþykkt að vísa þessu til fjárhagsáætlunar gerðar, eins og það skeiði merki.
Einhver fleiri liðir sem fundurinn telur að þurfa að koma hér fram í fyllun? Jón Hrói, Nei. Þá myndi fundargerðin bara, já, Ég er að segja hérna fundargerðina upp já, það var, hvað segir þið? Bera fundargerðina upp að öðru leyti til Já, þetta var akkúrat orðið sem ég var að leita. Þá ber ég fundargerðinu upp að öðru leyti til staðfestingar þeir sem geta staðfest þessa fundargerðin sem að skeiðmerki. Samhljóða. Þá eru hér 2 mál sem voru tekin á dagskrá með afbrigðum. Og það er þá fyrsta er boð á aukafundi Nýsköpunar EHF. Tekið á dagskrá með samþykki allra fundarmanna í tölvupósti 8. nóvember boðar Dagbjört Inga Hafliðadóttir framkvæmdastjóri til aukafundar hjá Nýsköpun EHF sem haldinn verður miðvikudaginn 16. nóvember. Fer þá fulltrúi sveitarfélagsins. Þá er spurningin, já, komdu og bergaðu mér. Já, það er þegar mál koma seint fram og það er engin tillaga komin fram það hver fari á þennan fund. En ég býð mig bara fram sem framkvæmdastjóri. Einhver annar, takk til máls. Þá ber ég fram þá tillögu að Jón Hrói Finnsson fari fyrir hönd sveitarfélagsins á aukafund Nýsköpunar. Þeir sem geta samþykkt þessa tillögu vinsamlega skeiðmerki. Samhljóða. Þá er næsta maður. Þá er það aðalfundir samtaka orkusveitarfélaga árið 2022. Í tölvupósti frá 1. nóvember 2022 boðar Jóhannes Á. Jóhannesson til aðalfundar samtaka orkusveitarfélaga sem haldinn verður í Þorlákshöfn föstudaginn 11. nóvember kl. 13. Komið hefur til tals að ég fari þarna fyrir hönd sveitarstjórnar en ég á ekki heimagengt akkúrat þennan dag og Arnór hefur tekið að sér að fara á fundinn. Vil einhver taka til máls um þetta fyrir hana? Já, oddviti, samtök orkusveitarfélaga eru þingeyjarsveit afar mikilvæg enda hérna mikil orkuvinnsla. Því tel ég æskilegt að það sé fulltrúi frá þingeyjarsveit sem muni að gefa kost að setja í stjórn samtaka orkusveitarfélaga og ég legg þá til hér með að það verði Knútur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Arnór. Já, oddviti, bara aðeins í framhaldi af þessu, ég tek undir það að við tilnefnum Knút til stjórnarkjörs sem fulltrúa sveitarfélagsins og það er afar mikilvægt að við eigum fulltrúa í þessari stjórn. Ég hef setið í henni núna undanfarin ár og á vettvangi þessara samtaka fer fram stefnumótun Sambands íslenskra sveitarfélaga í málefnum orkufyrirtækja og kannski ekki síst tekjustofnar sveitarfélagana af orkuvinnslu eru þarna mótaðir og gera tillögur það. Og núna liggur til dæmis fyrir og KPMG er að vinna mikla stefnumótun að vinna í samvinnu við samtökin og það sem er að taka á fasteignagjöldunum og ekki síður hvernig á að meðhöndla vindorkuna.
hvur á vindinn og hvernig eigum við að dreifa tekjum af þeirri orkuvinnslu. Þetta snýst í stórum dráttum það að sveitarfélögin standi vörð rétt sinn til þess að fá eðlilegan hlut í þeirri verðmætasköpun sem verður til við orkuvinnslu í landinu. Og þetta stór mál til framtíðar. Nú stendur yfir orkustríð í Evrópu og orka mun ekki lækka, heldur hún mun hækka og þetta gríðarlegt hagsmunamál fyrir þetta sveitarfélag. Þess vegna styð ég það eindregið að Knútur gefi kost á sér þarna inn í stjórnina og mun reyna að leggja því lið sem ég get og hvet ykkur ef þið hafið samband til þess að leggja því lið að hann nái kosningu. Því að þetta skiptir okkur máli, verulegu máli. Takk. Þá verður tillaga sem hljóðar svo að bókun sveitarstjórn samþykkir að fela Arnóri Benediktssyni umboð sitt á aðalfundinum og tilnefnir Knút Emil til framboðs í setu í stjórn samtakanna. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun, rétt upp hönd. Var ég kannski vanhæfur? Þá ekki fleira á dagskrá. Einhver sem vil tjá sig til gamans í restina? Svo ekki. Þá fundur slítið.